kvöld og velkomin í Flugusmiðjuna. Ég var hér. Í þetta skipti ætlaði ég að nýta flugu sem er sígild. Það stendur nú ekki í bókinni hver er höfundur hennar, en þessi fluga heitir Alexandra. Og eftir því sem ég kemst næst þá er þetta svona meira frekar urriðafluga heldur en bleikjufluga, og það eiginlega passar alveg. Ég hef sjálfur aldrei ekki fengið bleikju á þessa flugu, en ég hef fengið nokkra urriða. Spyrjum á stélinu. Stélið er úr, þetta er rauðseg eða rauð anda eða gesafjöður, og bregðum henni hérna á skaftið á öglunum, svona. Þetta er burtið hérna, svona. Næsta sem kemur, það er ávalt silfur sem fer yfir búkinn, en búkurinn sjálfur er búinn til úr flötu silfri. Svona. Svo kemur flata silfrið hérna niður. Svona. Svo vefjum við tvinnunum hérna fram, hingað, og þá þurfum við að vefja silfrinu á búkinn. Talandi að vera short on it, sko. Þetta er eiginlega svona í styttri kantinum af silfri, en við látum þetta slæta. Það því þetta er kennslumyndband en ekki nýtingakeppni. Næst eftir þessu þá kemur sem sé ávarla silfrið. Það kemur bara yfir þetta. Kemur svona. Og festum það niður, menda niður burtu, og þá notum við svartan hana í sem sé skeggið. Svona, látum við ná cirka svona aftur á bak, og þá klippum við bara fjöruna til eftir því. Þá hendur þessi svona upp. Og þetta svona, komið þetta fína skegg á hana, Alexandru, og þá er næsta skref í rauninni vængurinn á fluguna, en hann er úr sverðfjöður af páfugli, og þá borgar sig að taka þessa hluta sverðfjöðurinni sem við erum með og skipta henni bara í tvennt og reyna að brjóta hana saman sem slíka, þannig að hún sé í rauninni þessi tveir sem sé bitar af fjöðu sem mætast. Og lengdin á þessu á að vera eitthvað cirka svona, ekki alveg lengra en skottið, en svona hálft skottið cirka. Svona. Svo koma spjótin á hana, sem kemur eitt hérna megin og nær svipað langt, og svona sé skottið, þá er þetta bara fest á svipað, og þetta setja fest á djöngulkokk eða kinnar, svona. Svo kemur annað hérna, þeim megin sem að snýra mér, festum það niður, svona. Nokkra þéttingsfasta vafninga, og sjá, þessi lítur þetta ekki samilega út.
Jú, þetta er alveg akkurat eins og við erum að vita. Þá tökum við restina af spjótunum, eða spjótum, þetta er eins og spjót. Klippum þau í burtu hérna við hausinn, svona. Svo fer þessi fjöður sem er hérna, þetta fer bara undir hausinn og verður hluti af honum. Þannig hún verður bara svona í passlegri stærð og lengd. Og alltaf gott að eiga pláss fyrir hausinn. Trúið mér, þegar það eru ofdöpaflugur, ofdressaflugur, það er fáttleðilega heldur en að vera uppskröpað með pláss. Og þá er flugan bara klár. Alexandra tekur aðeins lengri tíma en margar straumflugur, það þarf að gera klárt í henni ýmislegt efni og svona. En fallega fluga og veiðin, gott að eiga í bóksinu svona mikið af þessum klassísku votflugum eða svona votstraumflugum, það er ekkert að því að eiga nokkra svoleiðis í bóksinu. Þá er flugan klár, þá er eina sem við möttum að gera, það er að bregða á hana lakki, það kemur hér. Kemur hér, sagðan. Þannig að ég þakka ykkur bara kærlega fyrir áhorfið og þið með endilega setja like á vídeóið, gera þess áskrifendur, láta fólk vita á rásinni sem að þið vitið að getur haft kannski áhuga á rásinni. Deilinni þannig, hjálpa okkur að stækka, þannig að við getum gert meira. Allt snýst það, deila og koma þekkingun áfram. En fleira var það ekki í bili, Alexandra er þetta klár, gullfalleg af venju. Og við sjáumst þá bara hress og kátt í næsta vídeói. Takk fyrir.